til þessi komið. Þá bara bjóðum við ykkur velkomin á Málstofu Hagfræðistofnunar áhrif COVID á hagkerfið og þetta verður í 3 þáttum hjá okkur. Þetta þá fyrsta málstofan í dag. Ágúst Angantýrsson sem sérfræðingur og ráðgjafi KPMG ætlar að fara yfir greiningu þeirra á áhrifum COVID-19 á ferðaþjónustufyrirtæki. Það mun taka 10-20 mínútur. Við erum með 2 í panel, það annars vegar Skarphéðinn Berg sem ferðamálastjóri og Sigurður Jóhannesson sem forstjóri Hagfræðistofnunar. Þeir munu síðan þá taka við keflinu og fara yfir að koma með sitt sjónarhorn á þetta og það kannski 5-10 mínútur hvor. Og að því loknu þá tökum við spurningum úr sal. En þannig að ég ætla að biðja ykkur að þetta er tekið upp hjá okkur, þannig að þið vitið þá af því. En við þá held ég að sé ekki eftir neina að bíða, við getum bara riðið af aði. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, þakka kærlega fyrir. Er ekki ágætt að hafa líka bara vídeóið í gangi. Þakka kærlega fyrir, Ágúst, og takk kærlega fyrir að bjóða okkur að vera með erindi á þessari málstofu. Yfirskrift erindisins ber sama nafn og greiningin okkar sem við unnum fyrir ferðaþjónustuna, en hún heitir áhrif COVID-19 á rekstur ferðaþjónustufyrirtækja. Og hún kemur til í raun og veru, við byrjum að vinna hana að beiðni Ferðamálastofu í kjölfar þess að ríkisstjórnin kynnti fyrsta efnahagspakkann. Og það voru kannski svolítið réttmætar áhyggjur hjá Ferðamálastofu og ferðaþjónustunni yfir höfuð að fyrsti aðgerðapakkinn var ekki að ná utan þau vandamál sem að ferðaþjónustan stóð frammi fyrir. En það sem við vorum að skoða þar upphaflega var í raun og veru að sjóðstreymisvandinn væri ekki coverar þarna og sjóðstreymi ferðaþjónustunnar væri ekki, að það væri ekki skilningur á því hvernig það virkar hjá stjórnvöldum. Og seinna áttu okkur svo betur á því að í raun og veru ef að ætlunin væri að koma ferðaþjónustunni til bjargar á einhvern hátt og þá þyrfti líklega að fara í einhver aðgerðir á efnahagsreikningi. En ég ætla bara að fá að vinda mér í glærurnar og henda okkur bara beint í svartnættið sem við kölluðum að það raun og veru eins og allir þekkja að það var það hrun sem blasir við ferðaþjónustunni. Og sjáum við bara samdráttinn í fjölda heildarfarþega Keflavíkurflugvöll. Og þetta raun og veru svona áhrifin sem COVID hafði og hefur á ferðaþjónustuna. Og í raun og veru ferðaþjónustan sú atvinnugrein sem að fara hvað verst út úr faraldrinum. Og þangað til í gær og í fyrradag þá var mikil óvissu uppi en núna virðist eitthvað vera að rýnka til það hvernig framhaldið verður eftir að ferðatakmörkunum verður aflétt að einhverju marki. En óvissan samt ennþá til staðar og það sem við komumst fljótt að í raun og veru var að þessi faraldur hann kemur svolítið á versta tíma í raun og veru fyrir ferðaþjónustuna. Það er búinn að vera mikill uppgangur frá árinu 2010 og ferðaþjónustan verið sú grein sem lagði mikið á vogarskálarnar með að hjálpa okkur eftir hrunið. En það sem hefur verið í gangi í raun og veru frá 2016 það að það hefur verið fjárfest mikið í innviðum eins og hótelum og öðru og við sjáum það á myndinni að skuldsetning fyrirtækjanna sem hlutfall af rekstrarafkomu eða EBIT hefur aukist gífurlega og nú staðan í árslok 2018 var þannig að ferðaþjónustan skuldaði í raun og veru rúmlega áttfalda EBIT-afkomu ársins. Og það sem hefur gerst náttúrulega frá árinu 2018 að afkoman hefur sennilega versnað og sérlega út af falli WOW árið 2019. Þannig að svona til að taka þetta saman að þá fyrir COVID var staðan ekkert ofboðslega björt og það hefur raun og veru bara aukið á vandann eða ekki verulega vandann náttúrulega þessi heimsfaraldur. En þegar við vorum svona að reyna að átta okkur hvaða forsendur getum við nota til þess að áætla áhrif á rekstur ferðaþjónustufyrirtækja og það náttúrulega ein stærsta forsendan stærsta breytan í þessu hversu margir ferðamenn koma hingað þó að fólk vil kannski reyna að fara að horfa á aðra
mælikvarða hversu vel gengur í ferðaþjónustunni, þá það svona áþreifanlegasti mælikvarðinn sem við höfum í dag. Og þá voru í raun og veru 2 eða 3 spurningar sem við vorum að reyna að fókusera á. Hversu djúp verður lægðin, hversu lengi varir hún og hvernig endurræsum við greinina eftir að öllum afmörkunum og takmörkunum á ferðafrelsi hefur verið aflétt. Nú, hversu djúp verður lægðin, við sáum það að fjöldinn allur af löndum hafa verið að loka landamærum og óvissa það hvernig faraldurinn gengur yfir. Svo hversu lengi varir þessi lægð, og það eru helst 3 þættir það sem við vorum að horfa til að hafa áhrif þar, bara vilji og geta til að ferðast, hvaða varúðarráðstafanir verða og takmarkanir á ferðum og hversu lengi vara þær. Og raun og veru hvernig verða efnahagsaðstæður og það kannski hefur líka svolítið með vilja og getu til að ferðast í raun og veru hvernig verður kaupmáttur og ráðstöfunartekjur á þeim mörkum sem við erum að horfa til í ferðaþjónustunni. Nú, og svo kannski þá skemmtilegasta viðfangsefni viðspyrnan, hvernig endurræsum við þetta, og þarna þrennt sem við vorum að horfa á, bara að fara í markaðsátak, hvernig munu önnur lönd bregðast við og hvernig verður samkeppni við önnur lönd, og svo náttúrulega einn stærsti áhrifavaldurinn í ferðaþjónustunni yfir höfuð hvernig verður gengi íslensku krónunnar. Nú, við notuðum svolítið þessar forsendur til að spekúlera það hvernig í raun og veru fjöldi ferðamanna gæti þróast, og við höfum raun og veru engin reiknilíkön eða eitthvað til að áætla það. Heldur voru raun og veru bara svona spá að setja upp 3 sviðsmyndir, þannig eina grunnspá, eina svartsýnaspá og eina bjartsýnaspá. Og það hefur kannski verið ein helsta gagnrýnin á þessa greiningu okkar það að svartsýnaspáin var ekki nógu svartsýn. En ég var aðeins að skoða þetta í gær og mér sýnist við allavega hingað til vera fastir í því fari að vera í svartsýnisspánni. Hún gerir ráð fyrir að það komi það bil 600.000 ferðamenn á þessu ári, og svo tvöfaldist það að vera 1,3 milljónir á árið 2021 og svipaði fjöldi árið 2022. Til að setja þetta í samhengi það voru mælt í brottförum erlendra ferðamanna, það voru það það bil 330.000 sem hefðu komið hingað fyrir COVID, og það voru að gera ráð fyrir það í raun og veru seinni helmingi árs að þá tvöfaldist svo upp að það komið það bil 300.000 ferðamenn frá í raun og veru júní til ársloka 2020. Nú, við athuguðum líka við vorum að gera ráð fyrir að hingað myndu koma það bil 5.000 ferðamenn í apríl. Í gær þá var heildarfarþegafjöldi Keflavíkurflugvöll í apríl 3.100, og það náttúrulega örugglega megninu til bara fólk sem að koma heim eða hvernig það ég bara get gátur það. En svartsýnisspáin gefur svo ráð fyrir það bil 30.000 ferðamönnum í júní á þessu ári, samanborið við 194.000 árið 2019. Nú, þegar við vorum að skoða þetta vorum við átt okkur á því hversu umfangsmikil ferðaþjónustan á Íslandi, og það engum blöðum það að fletta að hún gríðarlega mikilvæg fyrir íslenskt hagkerfi, og á síðasta ári voru gjaldeyristekjur samkvæmt Hagstofunni 330 milljarðar króna, og þá langstærsta einstaka atvinnugrein í gjaldeyrissköpun, og þarna árið 2018 voru skráður 27.000 launþegar í ferðaþjónustunni hjá Hagstofunni, og það munar nú minna. En það sem kannski olli okkur hvað helst áhyggjum hvernig íslenskt efnahagslíf mun fara út úr þessum faraldri það að við erum mun háðari ferðaþjónustunni heldur en önnur Norðurlönd, eða þau lönd sem við berum okkur saman við, og í okkar rannsóknum þá vorum við að sjá að í raun og veru vorum við heldur háðari ferðaþjónustu heldur en stór ferðaþjónustulönd eins og Ítalía og Spánn. En það sem að þessi lönd hafa umfram okkur að þau eru ekki eyland, og það mikið af fólki sem að ferðast milli þessar landa og geta ferðast á bíl, og raun og veru
ferðaþjónustan á mörgum stöðum í Evrópu reiði sig meira á þjónusta innlenda ferðamenn eða ferðamenn í nágrannaríkjum heldur en við. En þetta var svona aðeins til að bæta ofan á svartnætti sem við vorum í þegar við vorum að vinna þessa vinnu, en vonandi það nú að glæðast aðeins eftir þessar tilkynningar á takmörkunum sem voru kynntar í gær og fyrradag. En helsta viðfangsefni greiningarinnar var að áætla hvernig mun hefðbundið ferðaþjónustufyrirtæki geta nýtt sér þessi úrræði sem voru kynnt í efnahagspakka númer 1. Og við í greiningun okkar voru tekin fyrir 2 svona hefðbundin ferðaþjónustufyrirtæki á suðvesturhorninu. Ég ætla ekki að fara yfir kannski bæði í þessu fundi, en það er hægt að nálgast greininguna á heimasíðu Ferðamálastofu. En ég ætla að fara aðeins yfir hvernig við sáum þessar afþreyingarfyrirtæki nýta sér þessi úrræði og bregðast við þessum faraldri. Nú, lýsingin á þessu er þetta afþreyingarfyrirtæki sem veitir þjónustu allt árið í dagsferðir frá höfuðborgarsvæðinu. Þarna voru fyrirtæki sem 27 heilsársstöðugildi og við sjáum að gerum ráð fyrir að þeir myndu segja upp 9 manns og ekki ráða neina sumarstarfsmenn og setja svo megnið af öðrum í starfshlutaleðina. Nú, er rétt að skjóta inn að við byggðum þetta raun og veru á ársreikningi eins fyrirtækis fyrir árið 2018 og með smá aðlögunum, en gerum ráð fyrir að þarna væri 35% eiginfjárhlutfall, eitthvað óefnislegar eignir, en það væri takmarkað veðrými vegna sérhæfðra eigna og fyrirtæki væri svolítið búið að nýta sér allar eða skuldsetja sig upp að svona eðlilegu marki. Nú, aðrar forsendur eftirspurn fylgir þá þróun ferðamanna í þeim sviðsmyndum sem við vorum að horfa á áðan. Félagið myndi hægja á öllum fjárfestingum og svo árið 2021 var kannski starfsmannafjöldin komin í eðlilegt horf, en veltufjármögnun myndi þyngjast á næstu misserum, en þau fyrirtæki myndi nýta sér öll þau úrræði sem höfðu verið kynnt á þeim tíma sem við vorum að vinna þessa vinnu. Nú, bara svona til að skoða þetta, þá áttum okkur fljótt að því að við þyrftum að vera að horfa á efnahagsreikninginn og sjóðstreymið og hérna sjáum við punktstöðuna á efnahagsreikningi í árslok 2019 eins og við höfum áætlað hana og hvernig í raun og veru tapreksturinn eða áhrifin hvaða áhrif þau myndu hafa á efnahagsreikninginn, og við sjáum fljótt þarna að handbært fé var 44 milljónir króna í árslok og það er fljótt að draga á það í raun og veru af því að bæði þá er þetta low season og sem við erum að ganga í gegnum, þannig að það er kannski ekki mikið sjóðsköpun á þessum tíma, en fyrirtæki hefur þá verið að undirbúa sig undir þennan tíma með því að eiga smá handbært fé, en strax í raun og veru maí gerðum við ráð fyrir því að fyrirtæki væri farið að nýta sér lánalínuna og það myndi þurfa að auka að draga enn frekar á hana það sem álíður árið. Og við sjáum þarna í neðstu línunni svona skáletrað að eiginfjárhlutfallið er fljótt að þynnast út úr 35% og niður í bara 0,01% í árslok. Nú, það sem við vorum að velta fyrir okkur var í raun og veru, þarna erum við að gera ráð fyrir að félagið sé svolítið að nýta sér það úrræði stjórnvalda að fá brúarlán, og miðað við grunnspann okkar sem sést þarna á gulu línunni, að niðurstaðan svona, eða það sem við vorum að sjá, er það að fyrirtæki var nú þegar búið að skuldsetja sig upp að hæfilegu marki, og í kjölfar COVID faraldursins að þá myndi fyrirtæki sækja sér frekari fjármögnun, en komandi úr þessum faraldri með aukna skuldsetningu og sennilega minni eftirspurn, að þá myndi sú í raun og veru skuldsetning þyngja verulega róðurinn fyrir fyrirtækið og í raun og veru vera bara ósjálfbær til lengri tíma. Reksturinn getur ekki ráðið við þessa auknu skuldsetningu ofan á það sem nú fyrir var, og þess vegna myndi bara skapast ákveðin vítahringur
þar sem að félagið nær ekki eða reksturinn nær ekki að skapa nógu mikla afkomu til þess að borga þessari auknu skuldsetningu. Og það var kannski helst í bjartsýnu spánni að við sáum fyrir það að fyrirtæki gæti haldið einhvers konar reynt að klóra sig fram úr þessu, en það samt mjög ólíklegt með við í raun og veru að ef við horfum á það að það mun taka einhver ár að ná sama fjölda í fjölda ferðamanna og eftirspurnin muni ekki aukast og vera jafn mikil og hún var árið 2019 eða 18. Nú, þetta var svona stórt þetta einstaka dæmi. Að annað sem við vildum koma á framfæri í raun og veru með okkar greiningu er að innan ferðaþjónustunnar eru mjög ólík félög eftir undirgreinum. Þetta eru nokkur mismunandi greinar, flugfélögin, hópferðafyrirtækin, gististaðir, veitingastæðir og bílaleigur. Þetta eru mjög dýnamískt og breytilegt eftir þessari atvinnugrein og við sjáum til dæmis að launakostnaðurinn er hvað þyngstur í hvað þá hópferðafyrirtækjum og gististöðum og veitingastöðum og í raun og veru kannski gisistæðir sem eru bæði með þungan launakostnað og mikla bindingu í rekstrareignum og skuldsetningin í takt í raun og veru við þá bindingu sem er í fastafjármunum. Svona rétt í lokin á þessu erindi þá langaði mig líka að koma inn á að við unnum aðra greiningu fyrir ferðamálastofu sem að í raun og veru vorum að reyna að máta þau úrræði sem að stjórnvöld höfðu kynnt á þeim tíma með í raun og veru þriðja efnahagspakkanum og þar unnum við svolítið með gögn frá Creditinfo og fengum ársreikninga árið 2018 fyrir samtals rúmlega 1860 félög og þarna voru 17.000 stöðugildi undir. Og við settum upp í raun og veru bara svona greiningu þar sem við vorum að athuga, hversu mörg félög geta nýtt sér frestun opinberra gjalda, brúarlánin, stuðningslánin eða jöfnun tekjuskatts í raun og veru miðað við þau skilyrði sem voru þekkt á þeim tíma. Við flokkuðum þessi fyrirtæki í raun og veru 3 flokka, örfyrirtæki sem eru þá fyrirtæki með veltu undir 10 milljónum, lítil og meðalstór sem eru með veltu á bilinu 10 til 500 og svo stór fyrirtæki sem eru með 500 milljónir eða yfir. Nú, þegar við skoðum þetta, við horfum bara á heildina með frestun opinberra gjalda, það voru skilyrði þar að það voru ekki verulegir rekstrarörðugleikar fyrir COVID og það sjáum við að það bil 60% þessara fyrirtækja hefðu getað nýtt sér frestun opinberra gjalda með þau skilyrði. Brúarláni, það var aðeins erfiðara fyrir þessi fyrirtæki að uppfylla þau skilyrði og það voru einungis 17% eða 313 af 1860 félögum sem gátu nýtt sér þetta og svo sjáum þarna koll stuðningslánin 41% og jöfnun tekjuskatts það voru tæplega 60% fyrirtækja sem gátu nýtt sér þetta. En þetta var svona yfirferðin á þeirri greiningu sem við höfum gert og langar bara að þakka fyrir mig en benda á að þessar greiningar og að greiningin í þessari skýrslu og frekari greiningu er hægt að nálgast á heimasíðu ferðamálastofu. Já, þá þakka ég bara fyrir mig í bili. Ef það eru eitthvað spurningar til að taka við þeim. Seinna. Já, takk nafni. Við kannski einmitt fáum að geyma spurningar þangað til í lokin. Þá er þá, eins og sagði maður, þá myndum við þá bjóða þá panelistunum okkar tveimur þá að taka við og það er kannski við Skarphéðinn, hvort að þú verður til í að ríða vaðið. Já, sjálfsagt. Takk fyrir að bjóða mér í þetta. Ég held að Ágúst hafi farið mjög vel yfir þessa skýrslu og þessa vinnu. Það sem að við vildum gera þarna svona í aðdragandanum að þessa vinnu var það að reyna að skilja hvernig þessar aðstæður kæmu við greinina og greinin er náttúrulega samansett úr þessum fyrirtækjum, þessum þúsundum fyrirtækja sem eru stór og smá og það sem við vildum reyna að átta okkur á var hvernig þessar sérstöku aðstæður sem að eru náttúrulega að bara á einni nóttu og bara hverfa tekjurnar. Kostnaðurinn hins vegar hverfur ekki og eðlilega
reynir ríkið að stíga inn í og reyna að milda áhrifin af þessum aðstæðum. Og við fórum inn í þetta með þeim hætti sem að Ágúst er búinn að fara í gegnum og að byggja upp sko, hvernig þá sem sagt, það gerist að tekjurnar hverfa og kostnaðurinn þó til staðar, fyrirtækin fá einhverja aðlögun, þau geta brugðist við einhverjum hætti, svo fer þetta einhvern veginn að tikka upp aftur tekjurnar og settum þetta í þessi tvö mót sem annars vegar var þetta afþreyingarfyrirtæki og hins vegar gistifyrirtæki og reyndu síðan á grundvelli þessara líkana að alhæfa fyrir atvinnugreinina hvernig þetta myndi snerta hana og þetta var mjög áhugaverð og gagnleg aðferð og það sem hún leiddi í ljós og hafði svo áhrif á það hvernig þetta þróaðist fyrir ferðaþjónustuna að menn sáu það að það þýddi ekkert við þessar kringumstæður að lána fyrirtækjum meiri peninga. Það væri þá orðið þannig að það sem ætti að vera til þess að bjarga myndi raun bara að drepa þau. Því að samfara því að tekjurnar hverfa þá náttúrulega hverfur allt lausafé úr kerfinu. Og það er það sem fyrirtæki þurfa að byggja upp, ekki bara tekjurnar sínar og viðskiptin, heldur líka að lausafjárstaðan og súrefnið í kerfinu sé í lagi. Og ég held að KPMG hafi tekist mjög vel að stilla þessu upp. Og þetta sé aðferð sem mætti hugsanlega beita oftar þegar verið að reyna að skilja það sem er í gangi. Þannig að þetta var svona dálítið bottom up og það voru ýmsar forsendur sem við þurftum að gefa okkur og við vorum svona kannski fyrst í hér á landi til þess að reyna að setja fram einhverjar sviðsmyndir þróun fjöldans og þegar við gerðum spána og til dæmis fyrir apríl og okkur þóttu við vera gríðarlega svartsýnir þegar við fórum með fjöldan í 5.000 ferðamenn. Apríltölurnar voru 900. Þar voru, því að okkar ferðamannatalning er raun brottfarartalning, að þá það sem sagt þeir erlendu ríkisborgarar sem fara úr landi og það voru 900 erlendu ríkisborgarar sem fóru úr landi í apríl og þar var einhverstaðar rétt innan við 20% sem voru raun pólskir þegnar sem fóru í reskjuflugi heim til sín. Þannig að þetta var svona fastaði ekki neitt. Má heita að það hafi engin ferðamaður verið að fara frá landinu í apríl og fyrirsjáanlegt að verði ekki mikið fleiri sem fara frá landinu í maí. En það sem hefur verið áskorun í þessu er að reyna einhvern veginn og það hafa aðgerðir stjórnvalda hafa snúið að því að það er að halda lífi í ferðaþjónustunni af því að við sjáum fram á það að hún muni áfram að vera undirstu atvinnugreinina og þá mikilvægt að séu öflug fyrirtæki og sé afkastageta og við séum að standa vörð þessa atvinnugrein þannig að hún komist í gegnum þetta ástand og uppbyggingarstarfi geti farið á stað þegar að botninum náð og ég trú á því að við séum núna búin að finna botnin og núna hefjist svona uppbyggingarstarfsemin eða endurkoman eða afléttingin eða hvað að kalla þetta og þá eru ýmsar áskorunir líka því að vonandi rætist ekki svartsýnaspáin sem við erum með í þessari skýrslu fyrir sumarið og að við munum sjá eitthvað umfangi ferðaþjónustunni sérstaklega líður á sumarið. En það eru ýmsir að því við erum í málstofu hjá Hagfræðistofnun þannig að það er svona markaðsbrestir í kerfinu. Ég meina, við erum með gríðarlega afkastagetu í atvinnugreininni en engan ferðamann og einhvern veginn ef að heildar fjöldi ferðamanna í hefðbundnu sumarmánuði ágúst eða eitthvað eru allavega 300.000 ferðamenn
og það þarf einhvern veginn að komast upp í þessa tölu að sko, hvernig gerist þetta og það mjög margar áhugaverðar spurningar í kringu það, til dæmis bara varðandi flugið og þó við setjum alveg til hliðar sko, rekstrarafkomu eða hvernig einstökum félögum muni reiða af en þá þurfa að vera flugsæti fyrir ferðamannina þegar það þarf að koma og flug eitthvað sem að þú ert með ákveðna stærðarhagkvæmni. Ég meina flugvél tekur hátt í 200 manns og það þarf einhvern veginn að endurleysa leiðakerfin og það þarf að fá fólk inn í flugvélina þannig að þegar þetta byrjar þá verða kannski örfáir einmanna ferðamenn að leita að flugsætum og einhvern veginn þarf það að láta þetta mattsa. Líka bara afkastagetan segjum bara í samgöngum, flugrútunni til Keflavíkur. Ég meina, það er flugrúta á, ég veit ekki, kortersfresti. Allir bílarnir verða tómir eða hálftómir fyrstu dagana, jafnvel fyrstu vikurnar. Sama með afkastagetuna í afturrengunni. Við sjáum afkastagetuna í gistingunni. Þar sko, hvernig mun atvinnugreinin aðalast að því að það verði, segjum, þriðjungur í sumar af því sem að afkastagetan ræður við. Segjum að séu 100.000 erlendir ferðamenn og það séu, og allir Íslendingar muni ferðast í sumar, að þá erum við kannski með bara helminguna því sem að ágúst afkastar. Og þannig að þetta verður heilmikil áskorun og viðbúið að lausafjárstaða margra ferðaþjónustufyrirtækja verði erfið eftir sumarið, þó að það verði betra heldur en við vorum að áætla í þessari spá okkar sem birtist svo vel í þessari skýrslu KPMG. Ég held ég hafi mitt innlegg ekki lengra. Nei, takk fyrir það Skarphéðinn. Það var að Sigurður, þú myndir kannski taka þetta áfram. Já, þetta var fróðlegt yfirlit. Það sem ég les út úr þessu að afþreyingarfyrirtæki sem tekið sem dæmi þarna í þessari skýrslu, það fari fljótlega í þrot. Hótelið, það tekur svolítið lengri tíma, það meiri peningar þar. Ef ég les það rétt þá líður eitthvað fram á 2021 eða 2022 þegar það gerist. Það vekur líka athygli svolítið í skýrslunni, mikla athygli hjá mér. Það er mikil skuldaaukning hjá gistihúsum sem hangir náttúrulega saman við það að það verið mikið byggt af hótelum eins og við sjáum allt í kringum okkur. Framboðið hefur verið að stóraukast upp á síðkastið. Sem verður þá væntanlega til þess að þessi mikla, ef ferðaþjónustan fer ekki í jafnmikinn gang eins og verið hefur, eða var fyrir farsóttina, þá verður þetta vandamál fyrir bankana. Það sem einkennt hefur ferðaþjónustuna þegar við lítum aftur í tíman, afkomuna, þar er slök afkoma. Í hótelrekstri og gistihúsum, þá var samkvæmt yfirliti Hagstofunnar yfirleitt mjög slakur veitinga- og hótelrekstri, heitir það. Það var tap af veitinga- og hótelrekstri öll árin frá 2002 til 2010 nema 2007. Eigið fé var sáralítið og það litla sem var, það hvarf þegar krónan fór að falla þarna 2008. Frá 2010 hefur verið hagnaður í rekstrinum og frá 2013 var afkoman mjög góð í nokkur ár. Virðist hafa versnað hins vegar töluvert þarna 2019 samkvæmt tölunum frá KPMG. Það eru 8% arðsemi, var miklu hærri í veitinga- og hótelrekstri árin á undan. Og af hverju urðu þessi umskipti? Þau urðu náttúrulega vegna þess að það var skortur á hótelrými skortur á gistirými. Og þessi skortur varð væntanlega til þess að það var góð afkoma þá í allri ferðaþjónustu meira og minna. Hann hjálpaði til að bjarga okkur upp úr kreppunni þarna fyrir 10 árum.
ferðaþjónustan eða ferðamannastraumurinn. En vegna þess að það var ekki nóg á hótelum, þá gátu menn smurt svolítið á gistigjaldið. Hins vegar ljóst að með vaxandi framboði á hótelum þá hlaut þetta góðæri í þessum rekstri að taka enda og við myndum væntanlega þá fá afkomu á endanum sem væri þá minnsta kosti ekki miklu betri heldur en í öðrum atvinnugreinum hér á landi, jafnvel eitthvað sem myndi á afkomuna milli 2000 og 2010. Ef við lítum á launin í veitinga- og gistihúsarekstri, þau eru slök. Það er ekki gengið vel að fá Íslendinga til að vinna í þessum rekstri. Samkvæmt yfirliti Hagstofunnar fyrir 2018 þá voru laun í veitinga- og gistihúsum 70% af meðallaunum í landinu og þau voru hvergi lægri í neinni atvinnugrein hér á landi. Afkoman í fluginu hefur verið sveiflukennd. Samkvæmt bókunum var hún ágæt á árinu 2012 til 2017, svo vitum við náttúrulega hvernig fór með WOW. Þar hafa verið mjög góð laun, eins og við vitum, en við vitum líka, heyrum á fréttum að það er unnið að því að bæta úr því. Breyta því. Við þurfum aðeins að velta því fyrir okkur hvað gerist ef fyrirtæki fara almennt í þrot. Það sem gerist er að forræði fyrirtækjanna fer yfir til bankana eða þeirra sem hafa lánað fyrirtækjanum og bankarnir, þeir skera úr það eru til betri not fyrir þessar eignir sem eru þarna, það koma þeim í verð einhvers staðar annars staðar. Ef það eru flugvélar, er einhver flugvél út í heimi sem gætu vilja kaupa þessar flugvélar fyrir mikinn pening. Og í öðru lagi einhverju aðrir heldur en núverandi stjórnendur betur færir til að stjórna fyrirtækjunum. Þetta held ég ekkert augljós svör við þessu. Ég held að til dæmis ef Icelandair færi á forræði bankana þá er það ekkert augljóst að bankarnir færu að selja allar vélarnar og eða koma eignunum yfir í annan rekstur. Ég held að sé ekkert augljóst heldur að stjórnendur bankanna sæju að það væri einhverjir aðrir sem væri miklu betur færir að stjórna þessum fyrirtækjum. Þetta eru ytri aðstæður sem valda vandanum. En það væri þá á þeirra ákvörðun og þeirra forræði hvað gert yrði. En það er ekkert augljóst að reksturinn myndi hætta þó að fyrirtækin færi í þrot gagnvart bönkunum. Hvað á ríkið að gera? Þannig að augljóst ríkið hefur farið þarna inn með mikla peninga og ég vil undirstrika það að peningar frá ríkinu eru alvöru peningar. Þeir peningar sem fara í ráðstafun til að bjarga fyrirtækjum í ferðaþjónustu, þeir verða þá ekki notaðir í aðra þjónustu á vegum ríkisins eða annað sem skattborgarar myndu hugsanlega vilja gera við peningana, því að það hefur stundum talað það upp á síðkastið að það sé einmitt þannig, þetta sé eiginlega ekki alvöru peningar. Og ég held að við verðum að spyrja þá, hvað fáum við í staðinn fyrir þessi framlög? Mér finnst það alveg eðlilegt að ríki borgi Icelandair eða einhverjum öðrum fyrir að halda uppi lágmarksflugi til útlanda eins og verið hefur að undanförnu. Þarna erum við að halda leið opinni út úr landinu og inn í landið. Við borgum náttúrulega líka flugfélögum til dæmis til að halda uppi flugi á leiðum sem tap á samkvæmt markaðnum. Við höfum borgað fyrir flug til Vestmannaeyja og Hornafjarðar.
það bara verið boðið út. Nú leggst flug af til landsins ef Icelandair hverfur. Það held ég að sé nú augljóslega ekki. Það eru mörg önnur flugvélar sem halda uppi flugi hér. Minnkar þjónustan, það gæti svo sem verið, ég veit það ekki, en þá væri þessi leið til, þá að við biðum bara hreinlega út ef það kemur í ljós að það ekkert flug mánudaga, þriðjudaga eða einhverju hluta vegna, af því að þá ekki nógu margir farþegar þegar ef Icelandair eða þegar það fer að fara í gang aftur, þá hægt að hugsanlega hægt að gæti ríkið hlaupið inn í með því að niðurgreiða þær flugferðir á svipaðan hátt eða með útboði til dæmis, eins og gert hefur verið með flugið til Vestmannaeyja. Ég held að það sé kannski ekki augljóst að það verði. Það kom fram í fréttunum í gær, að tala það væri nauðsynlegt að hafa Icelandair, og ég tek fram að mér finnst mjög notalegt að fljúga með Icelandair, flugþjónustan er góð og notalegt að vera ávarpaður á íslensku, og ég tilbúin að borga aðeins meira fyrir flugmiða með Icelandair meðal þess vegna, og ég held að margir séu tilbúinir til þess. En það ekki endilega rök fyrir því að ríkið eigi að hlaupa þannig undir bagga. Það var fréttin í gær í útvarpinu var svo að erlend flugfélög myndu ekki taka tillit til hagsmuna Íslendinga í sínu flugi, og ég fór að hugsa ef Icelandair að taka einhver sérstakt tillit til hagsmuna Íslendinga í sínu flugi, þá félagið bara hreinlega ekki vel rekið. Sko, ferðaþjónustan hérna önnur en flug, eitt í viðbóti á reyndar, flugið náttúrulega í raun og veru mjög einsleið þjónusta, þannig að það í stórum dráttum er þjónusta frá erlendu flugfélagi, eða miklu leyti hún svipuð íslensku þjónustu. Það náttúrulega rétt að mörg ríki, öll ríki hafa verið að dæla peningum inn í flugfélög að undanförnu. Ég ekki alveg viss að það séu endilega góðar ástæður fyrir því. Þetta eru flaggskip, fólk stolt af flugfélögum eins og Alitalia, hvað heitir það ítalska flugfélagið, og Lufthansa. En það heldur enginn því fram að flug til innan Ítalíu eða Þýskalands myndi, eða til annar landa myndi leggjast af þó að þessi félög hættu rekstri. Svo að lokum, ferðaþjónustan heima byggðist upp mjög hratt eftir 2010, og ég held að hún geti gert það aftur ef ferðamönnum fer að fjölga. Þannig að ég held að ríkið eigi ekki ég sé ekki alveg ástæðuna fyrir því að ríkið eigi að halda uppi eins konar félagslegu kerfi fyrir fyrirtæki. Það getur valdið, ef þetta dregst eitthvað á langinn, óhagræði við ef síldin hverfur, þá eigum við að fara að sinna einhverju öðru. Menn meta það náttúrulega bara hver og einn, en þá ekki að borga mönnum fyrir að vera að bíða til síldinni í mörg ár ef hún finnst ekki. Og ríkbúin. Já, takk fyrir þetta, Sigurður. Það spurning hvort þau bjóðum ekki Skarphéðini eða Ágústi hvort þeir vilji fjalla eitthvað frekar það sem til dæmis Sigurður var að nefna hérna, og ef það þannig þá með bara endilega kveða ykkur hljós. Mér langar kannski bara aðeins að þau komum báðir inn á ákveðinn punkt og við ræddum þetta mikið í þessari vinnu við Skarphéðin og þeir sem voru í vinnuhópnum, þessi ríkisaðstoð sem hvernig mun hún hjálpa fyrirtækjum ef eins og mikið var kallað eftir að þetta bara bjarga öllum, að hversu vel standa þau fyrirtæki þá ef það verður milljón eða einhver færri ferðamenn muni það bara ekki klóra augun úr hvort öðru í samkeppni,
afkastagetan fyrir 2 milljónir ferðamanna og hingað koma svo 500–600.000 og öllum bjargað, sko. Hvernig verður staðan þá í samkeppninni, sko? Já, það góða punktur. Já, ég varandi, Sigurður kemur um flugið og það náttúrulega gríðarlega mikilvægur þáttur og auðvitað það rétt að til lengri tíma þá mun, sko, ef eitthvað flugfélag hættir eða breytir það, þá mun það leita jafnvægis með einhverjum hætti. Það hins vegar, og það kannski ein af svona undirstöðum í ferðaþjónustu hér, rekstur Icelandair og hefur verið og uppbygging á því og það leiðakerfi sem það fyrirtæki keyrir út frá Íslandi og þá út í kringum við tengiflugið, að það er mjög mikilvægur þáttur og mjög mikilvægur undirstaða hefur verið í ferðaþjónustu hérna og ekki hægt að líta fram hjá því. Og út af þessum umsvifum að þá eru miklu fleiri staðir sem er beint flug á milli Íslands og annar staða sem skiptir mjög miklu máli fyrir ferðaþjónustuna og það er mjög mikilvægur þáttur í ferðaþjónustu hér á landi hversu fjölbreytt hún er. Það erlendir ferðamenn eru 90% af ferðaþjónustunni og það skiptist nokkurn veginn til helminga á milli Evrópubúa, þeir sem búa í sömu heimsálfu og við, og síðan þeirra sem búa í annarri heimsálfu. Og þar hafa náttúrulega Ameríkumenn verið fyrirferðarmestir og þessi fjölbreytileiki skiptir okkur gríðarlegu máli. Þannig að en það er líka núna þegar þessi áföll dynja yfir, að þá gert ráð fyrir því almennt að það verði auðveldara fyrir fólk að ferðast innan sinnar eigin heimsálfu. Þannig að það er miklu líklegra að það verði Evrópubúar sem muni hlutfallslega vera mun fleiri heldur en íbúar frá öðrum heimsálfum. En flugið svo stór undirstaða undir þessu og það hvernig mun takast til að koma í gang aftur mun að miklu ráðast við því hvaða flugframboð verður og það liggur alveg fyrir að ekkert amerískt flugfélag mun fljúga á þessu ári. Það liggur líka fyrir að flest erlend flugfélög sem hingað að fljúga að þau munu ekki byrja að fljúga hingað fyrir en að það svona á viðskiptalegum forsendum. Það sé eitthvað svona von til þess að sé afkoma af því. Þannig að við það að tjakka okkur í gang, þá munu við þurfa að treysta á það að það sé einhver að fljúga með hálftómar vélar. Það er eina af þessum áskorunum sem eru. Vonandi munu einhverju vera tilbúin til að taka þátt í því með. Já, takk fyrir það. Þórólfur Matthíasson er búinn að biðja orðið, þannig að ég ætla bara að hleypa honum með, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, takk okkur öllum fyrir fróðleg innlegg og pælingar. Það eru mörg álitaefnin hérna og eins og Skarphéðinn kom nú inn á, þetta snýr nú margt að markaðsbrestum og við höfum núna sporin hræða vissulega í sambandi við þá sérstaklega flugi. Við horfðum á það hvernig flaug hátt og sumir segja það nálægt sólinni að það fór fyrir þeim eins og Íkarus í forðum. En sko þar var sá möguleiki í stöðunni að menn færi að flytja farþega yfir Atlantshafið með niðurgreiðslu frá Íslenska ríkinu. Og það náttúrulega ekki tilgangurinn með skattgreiðslum á Íslandi að stuðla að því að Ameríkanar komi til Evrópu og vísa versa fyrir lítinn pening. Þannig að þetta leið og það reynt að takast á við markaðsbrestina sem ég alveg hjartanlega sammála að eru þarna og ég sé fyrir mér öll þessi vandræði við að starta þessu. Þá ég svo lítið að velta fyrir mér, út úr váævintýrinu þá var það bara Sveinn Andri sem að grædda eitthvað, að ósekju held ég, en það nú annað mál. En
það að starta þessu upp núna, þá verður eiginlega transatlantic trafikkin úr sögun. Ég sé ekki að það verði neitt flutningur á Ameríkönum yfir til Evrópu eða hinn áttunum. Landamærin eru lokuð ef ég skil þetta rétt. Trump hleypir engum inn, eins og er. Og hérna, ætli það breytist það fyrir en eftir kosningar í nóvember. Sko, er hægt að halda þessu uppi og spurningin líka, já, ef að menn fara að finna einhverja hillu þarna, mun áætlunarfélag með rútur á ákveðna staði einu sinni til tvisvar á dag, mun það standa samkeppni við svona hit and run flugfélög sem bara koma, EasyJet, Ryanair, Norwegian sem bara koma helgar eða eitthvað þess aftar. Þetta kannski til þín, Skarpi. Já, nei, ég held að sé alveg rétt áletta hjá þér að til að byrja með að þá munum við færast aftur í það að vera svona to and from áfangastaða sem verður fyrirferða lítið hérna þessi tengitrafík og kannski ekkert á þessu ári. En hérna, sko, það held ég alveg ljóst að hérna flugbransinn mun líta öðruvís út eftir COVID heldur en fyrir COVID. Og spurning hvernig. Það eru heilmiklar vangaveltur það að þetta muni hafa meiri áhrif á business traffic heldur en leisure traffic, ef maður slettir svona þessum kategórium. Ef það rétt, þá mun það hafa meiri áhrif á svokölluð legacy flugfélög heldur en lággjaldaflugfélögin. Það gott eða slæmt fyrir okkur? Við höfum verið tiltölulega mikið í lággjaldaflugfélögunum og þau hafa mörg þjónustað þennan markað mjög vel. EasyJet hefur sinnt þessu markaði vel, Wizz Air hefur sinnt þessu markaði mjög vel og svo sem fleiri lággjaldaflugfélög sem hafa fyrst og fremst verið hér á sumrin en þessi tvö sem ég nefndi áðan hafa verið hérna allan ársins hring. Svo má velta fyrir sér í hvora kategóríuna Icelandair fellur. Þannig að það alveg klárt að þetta landslag mun breytast. Ég veit ekki hvort það sé einhver sérstök tækifæri því fyrir íslenska ferðaþjónustu. Kannski frekar að við séum bara, við erum háð þessari þróun einhvern veginn og þurfum að taka þátt í henni en hérna, það verður mjög áhugavert að sjá hvernig þetta verður. En ég tek alveg undir það að það er enga forsendur fyrir því að hérna, ríkið taki þátt í að viðhalda leiðakerfi sem að gengur út að flytja fólk yfir hafið. Ég veit ekki hvar það ætti að enda. Annaðhvort það bara rekið á sínum forsendum og þá með hagnaði eða ekki. Það eina réttlætingi fyrir svoleiðis rekstri. En það sem sagt þessi fjölbreytileiki sem kemur úr þessu leiðakerfi sem hefur skipt okkur svo miklu máli og gerir það verkum að hvað það til þess mikið af bæði Kanadamönnum og Bandaríkjamönnum sem hafa það komið og eru mjög mikilvægir ferðamenn og hefur gert það verkum að það minni árstíðasveifla hér í ferðaþjónustu heldur en í flestum öllum öðrum löndum og það kemur út af fjölbreytileikum. Ég ætla kannski að fá stökkva aðeins inn í þetta núna, ég fékk senda spurningu. Það kemur fram í greiningunni að KPMG að heimsóknir ferðamanna hafi minnkað ca. 4% vegna í kjölfar efnahagshrunsins 2009. Þá er þetta velta fyrir sér hvernig eru að horfa á þetta núna. Þess að annars vegar gagnvart erlendu ferðamönnum eru þeir eru væntanlega að horfa upp á samdrátt í eftirspurn á heimsvísu en á sama tíma er það náttúrulega líka ótti við sýkingu. Þannig að það sem spyrjandinn er velta fyrir sér það einfaldlega þrátt fyrir að við opnum landamæri til dæmis eins og við talaðum að verði 15. júní mun einhver koma. Hefur einhver tök á því og þá
þá er svolítið spurningunni beint til þeirra sem stóða greiningunni, þannig hvort að það sé eitthvað sem að þeir hafi velt fyrir sér. Getur komið með smá innlegg í. Ágúst, þetta er svo erfið spurning og þú hlýtur að svara henni. Já, eða ekki. Herru, það var eins og við vorum að velta fyrir okkur sko, stóru álítamálin, sko, þú veist, er þá vilji og geta til að ferðast og það tvennt sem að hefur áhrif á það, annars vegar eins og þú segir og spurtir sko, óttinn við ferðalög og sýkingar og hins vegar raun og veru bara efnahagsaðstæður og kaupmáttur á þessum upprunamörkuðum. Það sem við erum að heyra í gegnum okkar net og svo fréttir í Kína er það að þeir eru komin svolítið lengra í sko efnahagsáhrifunum og þar eru að hrannast upp bara kreditkortaskuldir einstaklinga og atvinnuleysi og ef maður sér þetta á fleiri stöðum að þá er alltaf sjálfgefið að eftirspurnin muni dragast saman. En svo er aftur á móti hinn svona það sem maður lesi í fréttum og hefur verið að ræða við sko markaðsaðila í ferðaþjónustu að þeir eru ennþá að fá fullt af fyrirspurnum hvenær megi koma og hvort að þið geti staðið við bókunina og annað. Þannig að ég ætla svo sem ekki geta vera með neitt heilagan sannleik en það eru svona mismunandi teikn á lofti og einhverjur eru jákvæð og önnur neikvæð. Hvaða áhrif þetta hefur er bara nákvæmlega þessar spurningar hversu mikill verður óttinn við ferðalög og hversu miklar ráðstöfunartekjur hafa einstaklingar á þeim mörkum sem við höfum verið að sækja á hingað til. Já, það er bara. Já, ég má aðeins bæta við þetta. Já, endilega. Ég kom sko, eftirspurnin ræðst á svo mörgum þáttum. Ég nefndi áðan þetta atriði með að hvað það er stór hluti af okkar ferðamönnum sem að koma frá annarri heimsálfu. Það er líklega að ferðamenn sem að koma frá annarri heimsálfu muni vera tregari til ferðalaga hingað heldur en þeir sem eru innan Evrópu. Og þess vegna hefur þetta einhvern veginn verið séð þannig að sko, fyrst kemur innanlandsmarkaðurinn, svo kemur innan heimsálfunnar og svo kemur þetta á milli heimsálfa. Í okkar stöðu er það þannig að okkar innanlandsmarkaður er svo lítill. Og meðan að til dæmis hjá frændum okkur í Noregi er innanlandsmarkaðurinn helmingur af ferðaþjónustu. Þannig að þetta er eitt atriði. Síðan er annað atriði sem að hins vegar er okkur í hag og það teljum við. Og það er aldurssamsetningin að okkar ferðamenn eru yngri og það má gera ráð fyrir því að yngra fólk verði fyrr reiðubúið til þess að ferðast heldur en þeir sem eldri eru. Þannig að það er ýmislegt sem að spila líka okkur í hag. Já, það er skemmtilegt. Þá er orðið laust. Það eru 20 mann sem er með okkur. Má ég spyrja eitt hlut? Já, gjörðu svo vel. Þau höfum dálítið verið að velta fyrir okkur hvernig Icelandair muni þróast því að Sveinn, ég ætla að biðja að kynna þig, fyrirgefðu. Ég heiti Sveinn Agnarsson, prófessor í viðskiptafræðideild. Ég er að velta fyrir mér Icelandair stöðunni því að eins og Skarphéðinn sagði rétt áðan, við erum að búast við því að ferðamenn komi fyrst ferðist fyrst innanlands, svo komið þeir frá næstu okkar eigin heimsálfu og svo lengra í burtu. Þannig að ef við erum að búast við því að þetta geti tekið töluverðan tíma og það verði ótti til staðar og jafnvel eins og líka ef við komum fram eftirspurnin verði lítil vegna minni lægri tekna, þá gæti þetta haft töluverð áhrif á þá stefnu sem að Icelandair muni móta sér allavega í nánustu framtíð til næstu kannski 2-3 ára. Og ég veit ekki, hefur umræðan Icelandair hefur náttúrulega mikið snúist einfaldlega hvernig hægt sé að bjarga þeim út úr þessari lausafjárkrísu sem félagið er í. En ekki, ef við höfum þetta aðeins lengra, horfum lengra fram í tímann og veltum fyrir okkur, er þetta viðskiptamódel þeirra? Þórólfur hefur minnst á þetta og Skarphéðinn líka, er þetta viðskiptamódel þeirra, er þessi krísa að eyðileggja það módel bara með öllu eða er þetta módel sem getur kannski verið sett í dá í 2-3 ár og síðan reynt að byggja upp aftur. Hvað haldið þið það svona til lengri tíma? Og samtímis þessu sem ég er að hugsa þessa langtíma hugsun, þá er kannski hitt málið, aðgerðirnar sem hafa verið kynntar hingað til hafa snúist að koma okkur yfir þennan erfiðasta hjalla. En hvernig getum við nýtt þetta svakalega ástand
til þess að móta okkur stefnu til framtíðar, til þess að auka kannski tekjur okkar af einstökum ferðamönnum og hvernig getum við notað þetta til þess að byggja upp Ísland sem ferðamannaland. Þetta stórt spurt en ég myndi gjarnan vilja fá svör. Takk fyrir. Hvað segir Skarphéðinn Ágúst? Já, ef ég byrja, sko, það vissulega rétt hjá þér, Sveinn, að sko, viðskiptamódelið kannski ekki, hjá Icelandair kannski ekki akkúrat heppilegt nákvæmlega í dag, bara út frá þessu að það einhvern veginn erfiðar að fá fólk til að fara á milli heimsálfa. En gefum okkur nú að það muni nú lagast, en þá ýmsir aðrir þættir að gerast sem maður áttar sig ekki alveg á og það til dæmis eins og með langdrægni smærri farþegaflugvéla, hvernig það spilar inn í, það sú þróun góð eða slæm. Þannig að það svo margt sem spilar þarna inn í sem maður á erfitt með að átta sig á. En sko þetta viðskiptamódel búið að lifa í 50 ár, eða hvað það sem að Icelandair búið að vera að stunda tengiflug yfir hafið. Þannig að maður skal nú ekki afskrifa það alveg strax. Það að koma nýjar flugvélar langdrægar sem að henda inn í þetta. Þannig að það ýmislegt sem að gera það verkum að maður vill trúa því að það sé framtíð í þessum viðskiptamódeli. Hitt atriði sem hún nefnir hárrétt og kannski kemur aðeins inn á það sem ég nefndi varðandi flugið. Þá held ég við bara alla ferðaþjónustu. Ég held að muni mjög margt breytast í ferðaþjónustu, ekki bara í heiminum, heldur bara ekki síður bara hér á landi. Og það eitthvað sem við þurfum að gera. Við þurfum að nota þetta ástand til þess að endurhugsa ýmsa hluti og svona stefnumótunarvinna hefur verið í gangi hjá stjórnvöldum. Þar hafa svo sem ýmsar hugmyndir verið, en það mjög mikilvægt að nota þetta tækifæri, að líta á þessi tækifæri að hugsa ýmislegt upp á nýtt. Segir Ágúst, vilt þú bæta einhverju við? Já, kannski bara rétt aðeins, sko, því að það sem við höfum verið að sjá kannski þróunina og í svona spurningum við spurningakönnunum erlendra ferðamanna og við sjá þróunina almennt að neytendur að hugsa meira sjálfbærni og ferðaþjónustan í raun og veru grein sem nýtir sér auðlindir Íslands. Og ég held að það geti verið lykil þáttur í því að snúa í viðspurninni að reyna að búa hér til sjálfbæra ferðaþjónustu eins og stjórnvöld hafa verið að tala og hafa sjálfbærni sem leiðarljós í okkar uppbyggingu. Segir þú vildir Nú kannski bara þessi punktur síðasti að Sveinn talar stefnumótun. Ég held að vandamálið hafi nú verið það í þessi ferðamannabylgja hefur riðið yfir Ísland núna undanfarin 10 ár. Það hefur ekki verið með nein stefna. Þannig að það bara tekið við öllum. Það var svona vottur af stefnumótun í því að í hugmyndum náttúrupassa sem hefði mátt nota þó til þess að tempra ferðamannafjöldan aðeins. Þannig að menn sem kæmu hingað sæju eitthvað meira af því að fengjum meira af því að vera á fámennum stað og sæju ekki bara aðra ferðamenn þegar ég kæmi hingað, færa á vinsæla staði og það sem var ekki allt á kafi í ferðamennum. Kannski mætti nota þetta andrúm til þess að hugsa upp þá hugmynd aftur, því að ég held að ef við viljum hugsa þetta eitthvað til langs tíma þá hljóta að skipta miklu máli að fólk sem kemur hingað því líði vel og það fái svona eitthvað af því hér sem það ímyndaði sér að hér væri að fá.
Já, einmitt. Það er einn búinn að rétta upp höndina, BP, hann er eða bara vera gagnorður, takk, svo fyrir við að slaufa þessu bráðum. Það er svo þáttakandi sem með nafni BP sem að baða um orðið. Já, sæll, takk fyrir. Baldur Björnsson að gefa. Það er til að tala aðeins hærra eða nær mikrofónunum, takk. Já, sæll, Baldur Björnsson heiti ég. Fróðlegar umræður. Minn bakgrunnur kemur nú mikið frá greiningum í efnahagslífi, atvinnugreinum og fyrirtækjum hér á erlendis. Mjög góð skýrslan frá KPMG og af því að þið voru að tala um stefnumótun, þá sakna ég hins vegar svolítið í skýrslu KPMG sem og í þessari umræðu. Það að segja samkeppnishæfni fyrirtækjanna og starfsskilyrðanna. Það var ekkert til dæmis gríðarlegar raungengisveiflur krónunnar í skýrslu KPMG eða gengisveiflur. En bara raungengisveifla krónunnar frá 2015 til 17, 18 og alveg 19 var 30%. Og þegar fyrirtæki í miklum alþjóðlegum samkeppni í þeim umhverfi að gjaldmiðillinn eða raungengið og launin sveiflast 20-30% upp á 2-3 árum, þá er það eitthvað sem er væntanlega ómögulegt í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi. Aðeins þetta og líka og það tengist náttúrulega kjarasamningunum sem er núna hjá Icelandair. Það er innri málið, það er innri samkeppnishæfni og ef menn lagfæra ekki svona atriði, þá er uppbygging á svona alþjóðlegum atvinnugreinum væntanlega mjög erfitt til framtíðar litið. Hvað segir þið um þetta? Takk. Það er kannski einn ykkar sem að gripi þetta og svo svo fyrir við að slaufa. Það er Já, sko, ég kannski bara rétt stuttlega greiningun okkar. Við ræddum stuttlega komum stuttlega inn á gengið og hvernig það hafði áhrif á ferðaþjónustuna síðustu, frá 2016 til 2019. Það er rétt að það var ekki ítarleg greining á genginu og það er einnig rétt að þetta er náttúrulega einn af stærstu áhrifavöldum í samkeppnisfærni ferðaþjónustunnar við önnur lönd, það er gengisþróun. Við bara töldum það að það voru farnir að byggja á talsvert mörgum forsendum og í okkar líkani og hefðu við farið að bæta gengun inn í eða spáum þróun gengisins líka, þá hefðu við verið komnir á þunnan ís. Einmitt, svo vil ég þá líka koma það hérna fyrir hönd Hagfræðistofnunar að það eru þá 2 fyrirlestrar eftir og þar af ætlar Þórólfur Matthíasson að vera með okkur 29. maí að tala mögulega breytingar á launakjörum flugfélaga sem er eitt af því sem hann nefndi áðan og eins ætla Gylfi Magnússon að vera með okkur næstu miðvikudag, núna 20. maí, þar sem hann er að fjalla að þetta titill þetta sem segir hver borgar eða ætti að borga og hvers vegna og það er þá mögulega getum við þá tekið þetta áfram þar. En það sem við reynum að vera svolítið ströng á tímanum og klukkan er vissulega orðin 12, þá ætla ég bara að segja þessu lokið og þökkum Ágústi og Skarphéðini sérstaklega fyrir að koma og vera með okkur og Sigurður forstöðumaður er kannski líka meira á skyldu en annars en hann er líka með gott innlegg. Þakka honum líka fyrir og þeim sem spurðu. En þá segi ég þessari málstofu lokið og stýrt fundi.